En í kvöld sportþátturinn með gesti frá Hæli og hann ávallt með stútfullan þátt af fróðleik og viðtölum og ég nú búin að ná í kapan, hann á línunni. Blessaður. Já, komið sæl. Komið sæl, hvað segirðu? Það bara ljúmandi gott, hér bara sumar og fínir í sveitinni. Já, hvernig þú hlýtur að hafa tekið til hendinni þessum helgina, búið að vera brakandi blíða? Já, en það bara ekki hægt að fara beint í eða skítadrifa. Nei, það nefnilega málið. Já. Og það eru margir sem segja þegar þeir finna þessa lykt að nú sumarið að koma. Já, það nú bara þannig og ég að dreifa það hérna með frá hjóinum, þannig að... Já. Þannig að þú ert að... getur verið glaðir. Þú dreifir sumrinu hérna áfram. Já. Það glæsilegt, frábært. Er ég að trufla þig núna? Ertu í fjósinu eða? Já, ég bara settur þetta niður á skrifstofu og fara aðeins úr ammonílyktinni hérna og svona milli verka. Já, milli verka. Já. Fóður kaffi og kleinu? Já, ég er búinn að því. Já, glæsilegt. En segðu mér, hvað verður á dagskrá hjá þér í kvöld? Það náttúrulega allt að gerast á sama tíma núna í íþróttaheiminum og það náttúrulega, ef ég byrja á því, það verður náttúrulega með handboltaumræðu í kvöld. Það allt að verða vitlaust í undanúrslitum í bæði ólisdeild kvenna og karla. Já. Og það náttúrulega, ber hæst náttúrulega Hafnarfjarðarslagurinn, þarna Haukar FH, það alveg, FH-ingar eru að fara að skella deildarmeisturum Hauka. Já. Við ætlum að hérna hafa ákveðin speking, það þjálfari Fylkis, hann Halldór Stefán Haraldsson heitir hann. Og hann Selfyssingunnur, hann var leikmaður hérna á sínu tíma og núna að þjálfa Fylki í dag, kvennalið Fylkis og tóku kallaliðinu hann í lok tímabils í ár. Já. Og svo ætlum við að hringja til Þýskalands í Bjarkama Elísson, atvinnumann í handbolta. Já, glæsilegt. Leyfa honum að koma með einhverja skemmtilega speki, hann alltaf skemmtileg viðmælandi. Og hann segir bara það sem hann hugsar, eins og margir. Já, nákvæmlega. Svo voru hérna flotta stelpur í fitnessinu sem voru að keppa í Austurríki. Við ætlum að heyra þessi orðið í þeim, að veist að ég get ekki verið með þær bara í sjónvarpinu fyrir ykkur. Já. Og svo náttúrulega úrslitakeppnin í NBA alveg í fullum gangi og það Baldur Beck sem að lýsir leikjunum hérna fyrir okkur Íslendingana og með NBA Ísland síðuna. Hann alveg þvílíkur spekingur í því og svo risinn okkar hérna á Suðurlandinu Ragnar Nathanason, hann ætlar að kíkja þessi í heimsókn. Já. Og segja hvernig honum gekk í kvennaviðum þarna í Danmörku síðustu vikuna. Já. Hann var að koma frá Danmörku. Já, nákvæmlega. Og svo náttúrulega Pepsi-deildin bara að hefjast og við verðum náttúrulega rýn í það eins og venjan er. Það veisla framöndan. Já, það bara þvílík veisla framöndan og tvær umferðir eftir í ensku úrvalsdeildin og hún hefur aldrei verið jafn. Já, hvernig líst þér á ensku deildinni núna? Stöðuna eins og hún í dag? Ég allan að púlari og ég allan að vonast þess að geta bara verið með pappahelgar næstu 2 helgar, sko. Já. Þannig þurfu ekkert að fylgjast með þessu. Þetta var svolítið, hvað maður að segja, sorglegu leikur í gær eða? Já, hann Móri veit alveg hvað hann að gera. Já. Þjálfari Chelsea. Þetta verður virkilega gaman að fylgjast með þessu síðustu 2 umferðum. Svo allt opið líka í spænska boltanum, það náttúrulega, getur allt gerst þar, það þrjúlið að berjast. Þú vilt ekki eins og tala um enska boltan, þú fer bara beint í spænska boltan. Já, ég víst að United maður hérna að tala við mig og þá bara skipti við umræði. Það var náttúrulega hátíð helgina í enska boltana fyrir United með. Jú, mikið rétt. Ég meina, ég held að það ófáir karlmenn fengi blóð í hann helgina bara að horfa á þjálfunarteymið. Já. Þetta já, mér finnst þetta bara flott heimi sem komið og ég veit það ekki, það verið að tala um hérna Van Gaal, þjálfara Hollendinga. Já. Að það sé svona, ég verið hann sé búið að gera samning við hann, ég held að það sé nú ekki alveg staðfest en hann segir sjálfur hérna kallina að Van Gaal, hann vill klára samninga fyrir 7. maí, annars hann bara farin að hugsa hvert annað. Já, það allan að stöðutin allan að ansi góður á honum, þannig að við ætlum að tippa eitthvað og víst að tippa á Van Gaal, menn verðmiðlarnir segja að því næstum 100% líkur að hann komi. Já, nákvæmlega. En svo eru aðrir á því máli að ef einhver sem þekkir United og hefur mikla reynslu og hann búinn að vinna 20 titla, þá það Ryan Giggs. Já, það nefnilega máli. Hann búinn að vera undir stjórn Ferguson öll þessi ár og veit alveg hvernig þetta virkar. Já. En það ekkert gaman að tala um þetta, en bóttbaráttan líka spennandi og United bara einhvers staðar viðri deild og það ekkert að frétta það þannig að það eru
þjálfara teimið þarna núna í allana 2 leiki. Já, ég meina þetta eru skemmtilega fréttir, hver tekur við United? Já, það allana, eins og maður segir, það Pepsi-deildin að byrja Íslandsmótið í knattspyrnu og svo voru náttúrulega fullt í úrslitakeppninni í körfunni, það alveg að fara með mig, það Grindavík KR sem eigast þar við og staðan 1-1 og leikur 3 fer fram í kvöld í GHL-höllinni og sá leikur hefst korter yfir 7, við munum að sjálfsögðu fylgjast með gangi mála hvað að frétta þar. Já. Og eins og Benedikt Guðmundsson þjálfari Þór Þórðarsson sagði að nú eiga allir að mæta á þessa leiki. Þetta ábyggilega síðasta skipti sem þeir geta fylgst með besta leikmanni sem við sést í íslensku körfubolta í langa tíma, hann Martin Hermansson. Já. Leikmaður KR. En ég hef ekki heldur þolinmæði að fylgjast með þessu leik þar sem ég KR-ingur. Já. Þannig að ég bara sammála því, það allir að líka bara að fara eða fylgjast með þessu leikin, þetta er úrslitinn og þetta bara skemmtilegt. Já, og svo náttúrulega verður bara hringborð eins og leggur sig í þar næstu viku og þá ætla ég að fá helstu skemmtilegu stuðningsmenn stóru liðana í ensku úrvalsdeildinni í þáttinn til mín, frá Suðurlandinu. Það frábært. Þar kemur Brósi að fara yfir stærstu, eða maður Selfossi mikill hestakall að fara yfir með David Moyes yfir leiktíðina og svona. Þannig að það verður voða fróðlegt og ég held að það verður góður klukkutími sem þeir þá í enska boltan. Já. Og svo eru náttúrulega 5 leikarnir. Það var Íslandsmót í hópsumleikum helgina og við förum að sjálfsögðu í gegnum það líka. Glæsilegt. Þátturinn hvað, klukkan 8 eða ekki? Jú, hann hefst klukkan 8. Ég mæti þarna alveg mjög snyrtileg með enga fjósalikt og það gott að heyra. Þannig að þú getur bara að vakna ferskur í fyrramálið á þess að finna nokkuð tíma skýt. Gestur, takk fyrir þetta og verður gaman að hlusta í kvöld. Já, sömuleiðis, hafið það gott. Takk sömuleiðis.